Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Býttu. Heyrðu, góðan og blessaðan daginn. Já, góðan og blessaðan daginn. Það alveg ég hef tekið upp þessa þverflötu, bambusþverflötu hér. Ég Sko, ætla að gefa þér einn. Býttu aðeins, Já. Dóra, er eftirspurn eftir... Nei, Nei. það engin hringt. Nei, og þess vegna finnst mér þú eiga að spila svolítið á hana, Ok. vegna þess að því meira sem þú spilar á þessa flötu, Já. því mun meiri eftirspurn mun verða eftir henni. Já. Þá hef ég þetta með þessum tóni. Það þetta B þarna sem er alltaf erfitt fyrir maður að finna. Af því að ég hitti sko alvöru flautuleikara sem er að spila stundum með sinfoníunni. Ertu gerviflautuleikari? Já, ég áhuga flautuleikari. Nei, mér finnst ekki að segja gerfi. Já, ég gerviflautuleikari. Já. Hún sagði mér að svona flautur, Já. þú þarft að eiga þær bara í tóntegundum. Þú veist, Já. en ég get ekki... Þú getur ekki flakkað. Nei, ég get ekki flakkað. Þannig að mér vantar oft svona B og fís og eitthvað svona, þú veist, ég legg af stað með bara góðum ásetningi, en næ ég ekki að spila það sem ég ætla að spila. Þannig að ég þarf að velja lögin og það er í rauninni búin að finna út hvar ég á að spila þau til þess að þau séu ekki. Sko, nú byrjuðum við, sem sagt, áður en við byrjuðum þessa upptöku, Já, þá dönsuðum við dálítið. já. Og það er svo gott að dansa, finnur það? Já, Og þú veist, ef við erum bara energi og orka, já, þá er það náttúrulega í dansinu sem við náum að hreyfa svo mikið já. við öllu inn í líkamanum á okkur. Já, Sko. já, já. Það er stöðnunin, það að vera of kyrr, of lengi, Já. sem að býr til, skapar ægilegan vanda, oft innra með manni, Já. af því að það er eins og maður staðni og það verður til svona köfnun inn í manni. Já, en það- Þess vegna er gott að labba, synda, Já, vera fara í úti, ræktina, allt fara í þetta. ræktina Já, og dansa. Og það Og í dansinum einhvern veginn þá, af því að það er svo mikið leikur og bara stuð, þá er eins og orkan byrja að hreyfa sig bara svona sjálf inn í manni, sko. Já. Hún fær leyfi. Já, og það sem skiptir svo samt máli, ég held að finnist ekki öllum eins gaman að dansa. En ef manni finnst gaman að dansa, þá ætti maður náttúrulega að vera að gera það alla daga, þú veist, Já, þú ég- hefur nú oft gert þetta Já, daglega. já, ég reyni að dansa svolítið á mótana, bara til að vakna. Mér finnst það rosalega gott. Ég held að öllum þykir gaman að dansa. Ég held bara að fólk sé svona skilyrt af því að það kunni ekki að dansa, að dans sé eitthvað sem að þurfa að læra. Já. Ég Ég eignaðist Svo er fólk feimið og það er einhvern veginn heldur allir sé að horfa á sig ef það er að dansa Já, já. og þá finnst því það óþægilegt. Já, En ég held að svona secretly já, það finnist þykir öllum dálítið gaman og gott að hreyfa sig. Já. Og svona, þú veist, maður finnur það alveg, maður sér það á svona virðulegum tónleikum þegar að stilltasta fólk byrjar svona aðeins að hreyfa sig. Ég Það- á þú í veist, það vandræðum er- með mig á tónleikum að ég hreyfi mig og mikið, sko líka minn er svo mikið tilbúin til að hreyfa sig að stundum hef ég þurft að stoppa mig bara svo að fólk að því þá fer ég að hugsa Segðu bara alveg satt, stundum þarf að setja því í spennitreyju á tónleikum svo að þú hreyfir þig ekki of mikið. Já, Já, ég veit það. af því að allt í henni verið meðvituð að annað fólk að ég geti dreigið að mér athygli með því. Já, ég Þú skil veist, það þig. kemur svona moment nú er ég að Já, draga þú mér vilt ekki athygli. tónleikum annar að vera athyglisjúka leikkonan Sem situr út í sal. sem situr út í sal og vill draga alla athyglina til sín. Já. Já, En ég fer alveg sko, líkaminn alltaf vaknar með tónlist. Ég hreyfi mig átómatist með tónlist. En hugsaðu eitt, Dóra, að þegar maður byrjar að hreyfa sig í takt við tónlistina, þá er það ekki vegna þess að hugsun hefur kviknað það, nú ætlum ég að hreyfa mig. Nei. Það er eitthvað inn í manni sem byrjar að svara taktinum eða hljóðunum sem eru verið að spila. Já. Það er að segja, hreyfingin, hún á sér uppruna
inn í skrokknum en ekki í huganum. Ekki í huganum, nei. Nei. Og svo á dansskólum, þá finnst mér ofta erfitt að dansa við fólk af því í rauninni verð ég svona einræn. Já, ég verð það líka. Ég verð svona hellisbúi á dansskólu. Ég í rauninni vil bara dansa með orkunni sem vaknar inn í mér. Já, ég er dálítið þannig líka. Mér finnst alveg gaman að hafa fullt af fjörugu fólki til þess að horfa á, en ég fer dálítið sjálf inn í, einmitt eins og þú veist að lýsa, inn í skrokkin. Já, og þá er fólk, held ég stundum, ég valdi fólki vonbrigðum eða langar að dansa við mig. Svo er annað að dansa sko alveg svona paradans, mér finnst það atjú, atjú, atjú. Ég nærði alltaf 7 sinnum, þetta voru bara 5. Guð minn almáttugur, það er kannski koma óveður. Eitthvað að breytast. Já, amma Guðrún, hún nærði alltaf 7 sinnum og ég man að mér fannst þetta svo fyndið þegar ég var lítil að ég fattaði að þetta átti líka við mig, ég nærði alltaf 7 sinnum sko. Vá, Já. Það kemur alltaf bara 1 og mér finnst leiðilegt að koma ekki fleiri af því að þeir segja að hnerri sé eins og svona mín í fullnæging. Já, er mjög gott að hnerra. Það er mjög gott að hnerra. Skot upp í hausinn. Já, þetta er augnabliks og dettur maður inn í eitthvað bara svona algleymi, sko, algleymi. Heyrðu, ég kom með bók sem hefur áður birst, en hún birtist bara rosalega stutt og ég loka eins þáttar. En bara, mér fannst það sniðugt að taka hana aftur af því að það er svo mikið af góðum ljóðum í henni, þannig að þetta er líka bókmenntaþáttur. Jú, ekki gleyma því. Nei. Það fyrst og fremst erum við hér út af bókmenntunum. Þú veist það, Halldóra, og bara kveðskap er ekki nægilega haldið að fólki þessa dagana, þannig að við ætlum að skrúfa frá þeim straumum sem streyma í gegnum skáldagyðjur. Nákvæmlega, það var nú gaman, við vorum að tala við eina vinkonu okkar sem er svona búin að þekkja okkur alveg frá hún var unglingur og hún sagði, já, ég hlust alltaf á podcastið ykkar, mér er bara svo þægilegt að heyra ykkur Arnar, ég hef kannski ekki áhuga öllu sem þeir eru að tala um, svo frábært það, en henni fannst alltaf gott að hlusta á Arnar. En sumsi, þetta er ferðasöngbókin númer 2 og þessa bók áttan pabbi minn, Þorsteinn Þorsteinsson, sem eins og fram hefur komið var mikill vasasöngbókasafnari og ég ætla að opna hérna vegna þess að hér eru allir frægustu rútubílasöngvar en líka ættarelóð og ýmislegt annað inn á milli. Nú byrjar þetta á ljóðinu. Ég bið að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson og lagið var eftir Inga T. Ok, en þú ætlar að lesa ljóðið og við ætlum að reyna að skilja það. Já. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum. Á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. Mér finnst það svolítið leiðilegt að ég heyri ekkert sem þetta að segja af því ég fór að hugsa allt í raun þegar ég er að lesa fyrir Storytel að ég er svo hæglæs af því að mér finnst þú lesa svo vel þess vegna fór ég að hugsa hvað mér var ekki ánægð með mig að lesa það bara skjótur sinni svo máttu að lesa ljóðið aftur. Heyrðu, einu sinni las ég Hús andanna og ég las 2 nöfnin vitlaust. Það tók mig 7 klukkutíma að leiðrétta 2 nöfn í allri bókinni. Bara segja það að þetta getur verið svona... Já, sko þegar ég er að lesa að það eru, til dæmis einu sinni las ég skáldsögu þar sem komið mikið fyrir frönskum orðum. Þá byrjaði ég á því að hringja einhvern frönskumælandi og láta hann kenna mér að bera fram öll orðin og skrifa hjá mig til þess að stytta mig leiðina. Þannig ég þurfi ekki að rekja vörðurnar eða fara tilbaka og leiðrétta. Þetta sem sagt gerði ég ekki, en ég mun alltaf gera það hér eftir. Já. Af því að fyrir ykkur sem Núna geturðu hent svona bók, rafrænt, inn í AI, biðja hann að finna öll frönsk orð og hvernig á að bera þau fram, eða dönsk orð eða whatever. Já. En ég er að segja þetta fyrir ykkur sem hlustið sem hafið ekki lesið Storytel eða inn á hljóðbækur að þegar maður gerir svona vitleysu, maður fær bara að borga fyrir bókina eins og hún er í endanlegri upptöku. Þannig að því meira sem ég rugglast, þá bara alltaf minnkar tímaköpið mitt við lestur bókarinnar. Nákvæmlega, manni hefnist fyrir það að lesa hægt. Nei, þú fær betur launað ef þú lest hægt, því svo getur sá sem hlusta nefnilega hraðað á þér. Já, einmitt, akkurat sko. Þannig að því hægar sem þú lest, því meira fær leikarinn eða lesarinn borgað. Ok, ná ég lesa fyrst erindið aftur. Já, og fáðu ofboðslega vel borgað fyrir það. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum.
Á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa, að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. Og heilsið öllum heima rómi blíðum, hæð og sund í drottins ást og friði, kissiði bárur, bát á fiskimiði, blásiði vindar hlýtt á kinnum fríðum. Vorboðin ljúfi, fuglinn trúr sem fer, með fjæðra bliki, háa vega leysu, í sumardal að kveða kvæðin þín, heilsaðu engum ef að fyrir ber, engil með húfu og rauðan skúf, í peysu, þröstur minn góður, það stúlkan mín. Oh my god, skil falleg. Þetta rosalega falleg. Rosalega falleg. Hvar var hann? Var hann út í Kaupmannahöfn heldur að skrifa þetta ljóð eða veistu eitthvað það? Nei, en hann náttúrulega, já, það gæti náttúrulega vel verið, sko. Hann situr við og finnur sunnan vindinn og hann hugsar það að núna gárar við Íslandsstrendur og bárurnar allar að falla að strönd og hlíðum og hann að biðja vindinn og sjóinn að skila kveðjum heim til allra sem eru heima. Hann að biðja vindinn og öldurnar að vernda bátana og vindana að blása blítt á kinnar bátsins eða hliðar bátsins. Og svo talar hann fuglinn sem vorboðinn ljúfi sem flýgur himinhvolfinn og biður fuglinn að færa kærustunni kveðju en kærastan auðvitað engill með húfu og rauðan skúf í húfunni og í peysu og þegar þú sérð hana, fugl minn, þröstur minn góður, þá máttu vita að það stúlkan mín. Og vorboðinn ljúfi, þú veist þetta líka, ég finn líka fyrir bréfinu sko sem hann skrifar Já. og sendir með bátnum og þú veist að skipin sigla á vorin til Íslands og þú veist og allt þetta, þú veist þá fer kveðjan að komast til skila þó hann sitja að gera hann að fugli og... En ég hef gjarnan sagt, ég bið heilsa eftir Inga T. Já. Svona sem svona neðanmál. Já. Ég bið heilsa eftir Inga T. Þröstur minn góður, það stúlkan mín. Nú ondar suðrið sæla vindum þýðum á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa, að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. Þetta var rosalega flott hjá okkur. Já. Heyrðu, ég var að velja annað ljóð úr þessari bók. Af hverju ekki allir í kór? Af hverju ekki kór bara eitthvað svona, þú veist, fara í sund og svo Sko, í það einum hollt potti? að syngja. Það rosalega hollt og þú opnar alltaf orkuna í hjartanu og einn vinur minn sem þegar hann var að skilja, þá vildi hann fara í messu á aðfangadagskvöld til þess að geta sungið af því hann sagði, þegar ég syng þá engin gremja í mér. Af því að það bara opnast orkan og þú ert að nota öndunina náttúrulega og allt þetta sko. Já, já. Þetta lýðheilsulega svo frábært að syngja. Já, og þess vegna var náttúrulega skólasöngur og söngur á sal. Já. Svona, þú veist, bara haldið að öllum og söngurinn hefur náttúrulega fyllt mannkynna því að þetta útrás sem þú færð við það að syngja og að syngja með öðrum, það líka svona, það samvera og þetta að heyra raddir hljóma saman. Þú veist, það sé hægt að búa til svona í laugunum, þannig að maður fyrir bæði í heita pottinn og syngur saman. Já, þau syngja náttúrulega saman til mér út í Vesturbælaug,
Það eru svona sundleikum klukkan 11 sem að margir svona eldri borgarar taka þátt í, en líka yngra fólk. Ég hef reynt að taka þátt í þessari leikum í Dóra, af því sko í fjarlægð lítur þetta út fyrir ræðislega einfalt. Já. En þetta er ekki auðveld leikum. Já, þegar maðurinn er á bakkanum og er með tæki og er að spila. Já, og þau enda yfirleitt á söng. Já. Þau enda yfirleitt á því að syngja eitthvað saman. Mér finnst þetta alveg geggjað. En sko þessi leikfimi, ég man að ég ætla að prófa þetta einhvern tímann. Já. Ég held að séu klukkan 11 út í Vesturbælaug, vegna þess að þetta er miklu erfiðar en hún heldur. Já. Og þetta er alveg svakalega góð hreyfing. Af því að, þú veist, bara jafnvel mótstaðan í vatninu. Já, mótstaðan í vatninu, þú veist, gerir það að allar æfingarnar verða þyngri og einmitt, þú veist, svona reyna á. Má sjá. Þetta er svolítið gott hlaðvarp. Við höfum ekkert að segja, okkur langar bara að syngja. Já, býttu það er svo margt hérna er flott. Hérna er til dæmis samsöngslög. Það byrjar á laginu Ágústín. Já. Ó, minn kæri Ágústín, 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 ó, minn kæri Ágústín, allt hárfið á braut, konan og krakkarnir, klinkið og rakkarnir, ó, minn kæri Ágústín, allt hárfið á braut. Nú er frost á fróni, frís í æðum blóð, kveður kuldaljóð, kári í öddum móð, yfir Laxalóni liggur klakka til, hlær við hlíðabil, Hamragil, Marabáran blá, brotnar þung og há, unnar steinum á, illt og grætt á brá, yfir aflatjóni, æðraskipstjórinn, harmar hlutir sinn, hásettinn. Herru, þriðja erindi kann ég ekki og ekki fjórða heldur. En svo kemur hérna, vér göngum svo léttir í lundu, því lífsgleði blasir oss við. Vér lifum á líðandi stundu, við lokkandi söngvanna klið. Tralalalala, tralalalala, tralalalalalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalalalalala. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Heyrðu, svo getum við sungið eitt keðjusöng. Já, sá ég spóa suður í flóa, sá ég spóa suður í flóa, syngur lóa út í móa, vorið er komið víst á ný, vorið er komið víst á ný, sá ég spóa suður í flóa, syngur lóa út í móa, bí, 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 vorið er komið víst á ný. Rosalega er gaman að syngja. Já, en heldur þessi Veistu gaman það, að Dóra, hlusta? á þetta okkur að syngja? Já. Nei, ég er ekkert viss um það, en ég vona að fólk syngi bara með. Já. Hins vegar langar mig, Já. ég nefndi þetta um daginn, mér langar til þess að við höldum svona upp á komu með píanista, þar sem við syngjum alla söngbókina heila nótt. Já. Byrjum bara á miðnætti Já. og svo er bara sungið þangað til söngbókin er búin. Ok, en ekki klukkan 6 og við förum heim á miðnætti. Af því þú er svo mikið næturhrafn. En mátti þetta miðnættur söngu, við byrjum 10 og erum kannski til 3 um nóttina. Ok. Heyrðu, ég held að við eigum að gera þetta í Gamla bíó, hjá honum Guffa. Já. Og fá einhvern tímann eina nótt til þess að gera þetta hjá honum. Já. Og við þurfum að fá með okkur skemmtilegan píanista. Já. Til með sann Tom. Já. Og svo bara er sungið. Svo bara sungið. Og bara, þú veist, við bara... Og vörpum textum upp á skjá. Já, vörpum textum upp á skjá. Já. Svo bara svona, og bara fólk getur farið og fengið sér, þú veist, kaffi eða vín eða whatever það vil gera. Já. En það er bara að syngja saman nú. Það er að syngja saman, já. Nú gerum við þetta, Halldór. Já, nú gerum við þetta. þetta. Þá er það Við fastmælum það með okkur hér. Við bindum fastmælum það að við munum leigja Gamla bíó. Já. 630.000, festum það og fólk bara kaupir mið á tix.is. Já, og við bara höfum miðaverið þannig að við eigum fyrir salnum. Af því að við erum listamenn að sjálfsögðu munum við ekki taka nein laun. Nei. Við gerum þetta bara því við erum svo gaman að þessu. Já, eins og allt annað. Já. Fífilbrekka, gróin grund, grösug hlíð með berjalautum, flóa tetur, fífusund, fífilbrekka, smára grund. Yður hjá ég alla stund. Uni best í sæld og þrautum, fífilbrekka gróin grund, grösug hlíð með berjalautum. Það er ekki frábært hvernig hann segir fífilbrekka 3 sinnum bara. Já. Fífilbrekka og svo bara aftur fífilbrekka. Já, en sko, þú veist, fífillin líka, hugsaðu þér að hann skáldið, hann sér fegurðina í fíflunum og þú veist náttúrulega fíflarnir eru tákmynd sólarinnar. Þegar þeir eru í fullum blóma, svo þegar þeir verða að biðukollu, þá eru þau táknuð fyrir mánan og stjörnurnar.
Já. Og þegar við blásum á fífukolluna, þá eru þeir svo stjörnurnar í alheiminum. Af því að fífillinn bæði sólin, tunglið og stjörnurnar. Vá. Og náttúrulega fífillinn vex allar jarðir til að minna okkur á sólina, tunglið og stjörnurnar. Dóra, hefur þú komið til Nice? Ég veit, hún heitir Nice. Já, Það mjög ég næs hef í komið til Nice. Það Nice. Já. Já, ég veit það. Og Það Nice í Nice. Að því að Icelandair byrja að fljúga beint síðastlið sumar, þá í fyrsta skipti í staðan fyrir að vera búin að vera í löngu ferðalagi og drífa sig þangað sem að vera að fara. Þá sem bara eitt flug og þá vorum við nokkra daga í Nice áður en við fórum eitthvað annað í Suður-Fraklandi. En það Nice í Nice. Þetta náttúrulega alltaf mjög skemmtilegt. Skvettafalla-hoss og hrista, skvettafalla-hoss og hrista, skvettafalla-hoss og hrista, hrista slög og borð. Svo man ég hvernig lagið út úr höfninni bylgjan ber með sér bátinn sem út úr höfninni bylgjan ber með sér bátinn sem undir fótum mér. Og hann vaggar vært og rótt, hann mun vagga mér í nótt og við síður gutlar sjór. Bylgja sér hver smá og stór, syngur alveg í einum kór, þær syngja skvettafalla-hoss og hrista, skvettafalla-hoss og hrista, skvettafalla-hoss og hrista, hrista stög og borð. Íslendingar hafa ort svo rosalega mikið sjóinn vegna þess að hafið náttúrulega svo brjálæðislega stór hluti af tilveru okkar allra. Eða var kannski sérstaklega meðan að, þú veist, meðan að við áttum fiskinn í sjónum og allir máttu sækja sjóinn, hringinn í kringum landið, þá var þetta náttúrulega, þarna var maturinn sóttur og þarna óttuðust við líf eiginmanna, bræðra, svona, vina og allt það, sko. Hafið alveg magnað, Dóra. Já, hafið býr yfir 100 hættum. Já. Og svo frá því. Finnst þér, ég alltaf pínur hrædd að synda í sjó, en þú? Ég hef ekki oft synt í sjó. Ég meina maður bara fer úti hérna við Íslandsstrendur, maður fer bara úti og þetta meira svona eins og hetjudáð að fara út í kuldan og koma tilbaka, sko. En ef ég hef gert þetta eins og á skútu, þú veist, af því að ég hef siglt á skútu, bæði í Kyrrahafinu og í Miðjarðarhafinu, það geggjað, það svona trillingur að gera það. Af því þú veist að það svo djúpt. Þú veist eins og að fara að synda í sjónum kringum bát í Kyrrahafinu sem 11 kílómetrar djúpt. Tilfinningin að vita að það 11 kílómetrar undir þér. Þetta svona, þú veist, þetta er svona rosalega lifting inn í manni að gera það. Já, maður vill alls ekki náttúrulega sogast niður þessa 11 kílómetra svo rosalega langt. Þetta eitthvað svona, þú veist, þetta eitthvað magnað. Það náttúrulega, maður gerir það og það í góðu veðri og það sól og allt svoleiðis, þannig að maður í rauninni að kæla sig þess vegna fer maður út í hafið, en maður veit að það bara svart, djúpt, þú veist. Það bara jafn hátt og Himalajafjöllin, skilur við. Þegar ég var í Mexíkó, þá ég var þar með krakkana haustlagi, þá var sjórinn 30 gráður og þetta var eins og að labba út í baðvatn. Heyrðu. Og mér fannst þetta svo ofboðslega, sko, einhvern veginn, þetta var svo sterk tilfinning og hún var svo skrítin vegna þess að þetta eiginlega braut í bága við allt það sem ég vissi sjóinn. Af því að, sko, ég dálítið, það svona, býr í mér svona gömul hugsun og þetta örugglega bara eitthvað á forfeðrum mínum það að hafið sé hættulegt. Já. Og hafið sé kalt og maður verða að passa sig á því og eitthvað svona og þú veist, það nú engir svona, þú veist, alveg sjómenn allavega, þú veist, ekki foreldrar mínir en forfeður mínir, langafar sóttu sjóinn til dæmis, þannig að það ekkert voðalega langt síðan að ég átti ættmenni sem stunduðu sjóinn. Og ég held að þessi hræðsla búi í mér þess vegna
En að koma út í heitan sjó, það bara breytti viðhorfi mínu til sjávarins. Já. Að það væri hægt að vera bara út í sjónum og hann væri svona hlýr og mann er svona vinnvættur og svona notalegur, sko. Sko þarna í frönsku Pólnesja, því að þar var ég mikið í sjónum, við vorum þar í 3,5 mánuð, þá sko innfæddir, þeir fóru með svona plaststóla, svona IKEA plaststóla út í sjóinn og sátu bara með stóran bjórinn út í hafinu því hann var 26 eða 27 gráður, sjórinn þar. Og það var náttúrulega bara ógeðslega fyndið að sitja bara frekar út í sjónum með bjórinn heldur en að vera á landi. Þeir sátu kannski 3 saman í svona hvítum plaststólum að kjafta með bjór. Þetta er inn í mótúinu þar sem er ekki eins djúpt, sko. Og hérna... Hvað er mótú? Mótú þú veist, það er eldeyja sem að kemur upp úr miðju hafinu og svo myndast kórall hringinn í kring og kórallinn er svona hringur og fyrir innan kórallinni það er mótúið. Það er þar sem að Nemo og allir eiga heima, fiskarnir eiga heima í kórallinum og þarna og það er ekki eins djúpt af því að það tengist eldfjallaeyjunni en leið og ferð út úr hringnum, kórallinum sem er kringum eyjuna, þá er komið 11 km dýpi. Þá ertu komin onni bara, þú veist, djúphafið. Og hvar býr fólki? Það býr á eyjunni, það er eldfjallið í miðunni og það er kórall allt í kring sem að heldur, og það er kannski 200 metra djúpt sjórinn þar eða eitthvað svoleiðis, þú veist, eða 100 eða 30 metra, ég veit það ekki, sko. Jú, kannski bara 30 metra þar fyrir innan einmitt. Og þar er rosalegt fiskalíf og rosalegur hérna... Varstu að kafa þarna? Ég vorum að snorkla mikið og þar sá ég til dæmis, þú veist, ég hékk bara svona í lausu lofti, þú veist, eins og bara í hafinu, mann hangir í lausu lofti að snorkla og ég horfði á Nemo og alla karakterana úr hérna Nemo myndinni, Dóra og Nemo og allir að fylgjast með þeim. Svo allt í einu sá ég svona í fjarlægð komið 2 sebraskötur og voru að synda svona 2 saman svona par, svona fóru svona í gegnum hafið. Svo allt í einu tók þær snögga beygju og syndu í áttina að mér. Og þá fríkaði ég út og sneri við og bara með blöðkurnar bara. Ég held ég hafi aldrei synt eins hratt. Ég stoppa ekki fyrir ég var komin í land. Eru þær hættulegar? Nei, en þá fattaði ég veit ekkert hafið. Nei. Ég vissi ekki þegar þær fóru að sigla í áttina að mér, þá vissi ég ekkert hvort þær væru vinir eða óvinir. Nei. Ég vissi ekki hvort það gætu gert mér eitthvað eða ekki. Ef ég sá hákarl, þá vissi ég að ég ætti kannski að vara mig, að ég veit hvernig þeir líta út. Þetta voru samt ekki kjötætu hákarlar þarna, sko. Nei, bara meira svona vegan hákarlar. Já, þetta voru meira vegan hákarlar. Sem vilja fá vegan borgara. Já, vegan borgara. Og vegabita. En það er samt, þú sérð þá og ert að snorkla og þú ert alveg bara, þú veist, þú vilt ekki fara nálægt þeim, sko. Þú vilt ekki vera með þeim. Nei. En þegar það komið þarna sebrasköturnar, þá bara fór ég í land. En þá skildi ég bara, já, ég veit ekkert hafið. Þú segir sebraskötur, ég reyni að ímynda mig hvernig það lítur út. Eru þær eins og sebrahestar? Já, þær eru með svona sebrarendur á bakinu. Eru það ekki alveg ótrúlega fallegar? Rosalega fallegar. Og hversu stórar eru þær? Þær eru svona eins og vængkafið á þeim kannski eins og þessi sófi hérna. Vá, eru þær svona stórar? Svona eins og 2 sæta stófi? Já, aðeins minni. Svo sá ég líka risaskötur og þær eru sko, vængkafið þeirra er 5 metrar. Já, það er bara eins og 4 sæta sófi. Já. Mér finnst, veistu það Dóra, mér finnst of lítið að fólk mæli hlutina í sófum. Já, það var það sem ég hugsaði líka. Nikko sagði bara, þetta er 5 metra sófi, sagði hann við krakka, sagði, nei Nikko, þetta er 4 sæta sófi, þú verður að tala eitthvað sem börnin skilja. Já, nei, ég meina til dæmis, ef þú horfir á píanó og þú ætti að mæla það í sófa. Þetta er lítill 2 sæta sófi. Já, píanó þetta er eiginlega svona eldhússófi. En til dæmis bíllinn ykkar Nikko, hvað er hann í sófum mældur? Hann er 3 sæta, hann er rúmur 3 sæta í lengd, sko, lengdina eða 4 sæta, já. Og 2 sæta ríflega í breidd. Já, hann er líka góður 2 sæta. Og ég myndi segja svona meðal unglingsstrákur er svona 2 sæta sófi. Já, hann líka 2 sæta. Það er rosa margt sem er 2 sæta. Ég veit það. Mér finnst bara þetta sem mæleining, sófi, mér finnst hún mjög skemmtileg. Já. Einmitt. Já. Hvaða nýja mæleiningar getum við dottið í hug? Til dæmis, er þetta að mæla eitthvað í köttum? Hvað er þetta að mæla í köttum? Það verður kannski hægt að mæla í óþekkt í bekkjum, í köttum. Já, þú veist, í þetta er barnaskóla. svona eins og 10 kettir. Já, hvernig er þessi bekkur? Þetta er alveg 12 kattabekkur, sko. 12 kattabekkur. Það þýðir það að bekkur sem er engan veginn hægt að stjórna, þau gera nákvæmlega það sem þau sýnist. Já.
borða á þeim tíma sem vilja, fara út þau vilja, Einmitt. út gluggan, inn gluggan, Akkúrat. virða þig ekki viðlits, Einmitt. en koma svo til þín samt og eru góðinn við beinið og ofboðslega ást og hlýja í þeim, sko. Já, mér finnst ég að fara að meta bekki og mæla Skólakerfið. Já, skólakerfið, mæla skólakerfið í köttum. Já, ég held það líka. Einmitt. Algjörlega. Óska eftir starfi í skóla með, má vera allt upp í 8 katta bekkur. Já. Ég ræði við 8 katta bekk. Ræði við 8 katta bekk. Já. Dóra, geymir þú peningana þína í skókassa undir rúmi? Nei, það ger ég. Hvar geymir þú þá Í peningana? Íslandsbanka. Nema hvað? En þar er ég með eins og marga litla skókassa, þú veist. Ég er með skókassa til að safna fyrir sundból, eins og stakst upp á daginn að ég þyrfti að fá mér. Ég er með skókassa til að safna fyrir Það er orðið sumarfrí. aðkallandi, bæði á eitt. Það er aðkallandi og ég sitt bara eitthvað 50 krónur á mánuði þar. Nei, Ég er að safna mig fyrir Guðbæ. Já, það er almennilegt. En þú ferð ekki að koma nema þú sett í nýjum sundból. Ok, þá kannski fyrir ég að bæta á sundbólsreikningin hjá mér. Talaði við þá í Íslandsbanka. Já. Þau hljóta að sjá fram úr því að þú getur keypt í nýjan sundból. Íslandsbanki er þinn skókassi. Nú í kvöld hér við komum saman til að kæta okkur sem vera ber. Bara vonum að verði nú gaman, vekið áttaga tóna með mér. Munið heima er yndi við áttum undir jöklinum fagra sem rís yfir fjörðin sem blikar svo bjartur og breiður og bláklædda hjalar við dís. Það sko var náttúrulega svo sem ekkert mikið að yrkja en það sem fyrir augu bar. Og svo var hafið og náttúran. Ég meina, þú veist, þú yrkir kannski ekki endalausar lausavísur til dæmis askinn þinn eða svunduna þína. Nei. Þú náttúrulega við, sko... Þetta ljóð er svolítið svona, þú veist, nú í kvöld, þetta er svona bara þar að sé alveg á hreinu hvað er að fara að gerast þetta í kvöld. Já. Við erum komin þetta saman til að kæta okkur sem vera ber, Já. bara vonum nú að verði gaman. Vekið áttaga tóna með þér, það er svona, þú veist, bara ef ykkur leiðist, farið þá að tala bara ættfræði og segið bara frá hvernig gangi í þínu, munið heima er yndi við áttum undir jöklinum fara sér í. Þetta er bara svona eins og leiðavísi hvernig þetta haga er. Fólk var kannski líka bara ekki flink í samskiptum og þurfti svona leiðbeiningu. Kannski, Já. en sko ég var að velta einu fyrir mér, Dóra, að við gætum til dæmis núna, ef þú lokar þessari bók, og þú veist, við skulum bara ímynda okkur að þar þú opnar hana, það verður spá fyrir næstu viku það hvernig vikan verður hjá okkur vinkonunum. Ok, ef ekki taka eina setningu fyrir þig og eina fyrir mig. Ég skal segja þér, ég sker hérna þetta Og átt að vera setning. Já, þín vika er sá ég spóa. Sá ég spóa, suður í flóa, syngur lóa út í móa. Bí, 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 vorið komið víst á ný. Veistu það, takk fyrir þetta, það var geggjað. Þetta verður geggjum vika. Sá ég spóa, suður í flóa, syngur lóa út í móa. Bí, 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 vorið komið víst á ný. Íha! Já, það er rosa stuð í þessari vísu, sko. Já. Ha. Þetta er alveg bara nú alltaf Og vakna, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega ástina Já. líka. Já, það er eitthvað bara, þú veist. Það er einhver spóa Það þarna. er einhver spói þarna. Og svo er lóan og Já. bí, 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 bí. Já, Já. gerum eitthvað skemmtilegt. Það er vorið að koma. Já. Heyrðu, og næsta vika hjá mér, Hún verður. hún er hér. Þó að rjúki saltur sjór, bylgja sérhver smá og stór, syngi alveg í einum kór. Þær syngi, láta vara hvæsa, kvissa. Nei, ég fékk þetta lag! Geggjað. Heyrðu, en fyndi, ég opna bókina þar sem við vorum búin að syngja áðan. Við vorum búin að syngja bæði þessi lög. Þó að rjúki saltur sjór, bylgja sérhver smá og stór, syngi alveg í einum kór, þær syngi, láta marra hvæsa og kvissa, hvæsa urra messan, kissa. Já, þetta er náttúrulega bara það að þú átt bara að vera í þyrlinum
skilurðu. Já. Þú átt bara að vera í orkuhreyfingunni og bara í rokinu, bara sjá hvað kemur, vinsa úr þar sem þú vilt og bara halda áfram í hvirflinum, bara er það ekki? Hreyfast, já. Bara, og þó að sé ykkur þó að sé ykkur mótbyr, Já. þó að rjúki saltur sjór og bylgja sérhver stór, þá áttu samt sem áður bara að taka þig og vera með í þessu bara marra, hvæsa, kissa, hvæsa, urra, messan, kissa, skvettafalla hoss og hrista, skvettafalla hoss og hrista. Þú átt bara að vera í hreyfingunni. Já. Það er ógeðslega skemmtilegt. Já. En ég fyrir það núna því ég er búin að vera eiginlega heiman í heilan mánuð. Já. Og Þú ert búin að vera að vanrækja bæði eiginmann og börn. Já. Þú ert rosalega vond eiginkona. ég er með eindæmi vond janúar Veistu, þú ert búin eiginkona. að vera svo mikið að heiman. Janúar eiginkonan hefur algjörlega ekki verið að standa sig, sko. Veistu það, í janúar, þá bara varst ekkert heima hjá þér. Var eiginlega ekkert heima hjá mér. Nei. Ég var svo mikið annar staðar. Saknaði fjölskyldan þín? Nei. Nei. Þeim finnst samt gott að fá mig aftur, en þau Já. söknuðu mín ekkert. Nei. Af því það er náttúrulega allir með síma og hægt að hringja hvenær sem er og ég held að það sé líka gott fyrir þau bara, það er ákveðin þjónusta. Finnst þér leiðilegt að komast að því að það er engin þörf fyrir þig? Nei, mér fannst það alveg rosalega gott. Sama segi ég. Þegar ég sé að mín börn eru algjörlega sjálfbjörga, þá hugsa ég bara, ok, þeir eru tykist að gera eitthvað rétt í lífinu. Já. Skilurðu? Já. Þegar ég finna þau eru einhvern veginn alveg farin að fóta sig svolítið í lífinu og bjarga sér og svona. Svona, það er eina sem skiptir máli, að þau læri það. Ég kem heim og þau þurfa að tjá sig svolítið mikið. Já. Þú veist, ef ég er að skuttlaða með eitthvað þá er bara þurfa að segja mér svo miklu og það er bara alveg eðlilegt af því að það er eitthvað sem að, þú veist, það er bara komið uppsefnað. En þetta kvissa, þetta, það sem ég er búin að gera í vikunni, ég er búin að fara í líkamsræktina alla morgnana bara til þess að reyna að búa til rútínu með svona hreyfingu, að vera í orkuhreyfingunni sem vorum að tala um þetta með að dansa, hreyfa sig, þannig næ ég jarðtengingunni minni, þannig kemst ég aftur heim. En sko þetta er náttúrulega bara sko að því að möntrur eru bara eitthvað sem að maður endurtekur til þess að búa til einhverja hreyfingu og setja fram einhverja ósk eða eitthvað svona. Þannig að þetta er auðvitað frábær mantra til að kalla fram hreyfingu ef maður er staðnaður. Skvetta, falla, hoss og hrista. Skvetta, falla, hoss og hrista. Skvetta, falla, hoss og hrista. Skvetta, falla, hrista, stög og borð. Láta marra, hvæsa, kvissa, hvæsa, urra, messan, kissa, skvetta, falla, hossa, hrista, skvetta, falla, hossa, hrista. Skvetta, falla, hossa, hrista. Já, þetta er Þetta er rosa góð mantra til þess að, þú veist, losa upp þá þegar maður er einhvern veginn stökk. Já. Ef þú vilt losna, ef þú ert fastur, segðu þá bara 100 sinnum. Skvetta, falla, hossa, hrista. Skvetta, falla, hossa, hrista. Og gera hreyfingarna með. Skvetta, falla, hossa, hrista. Skvetta, falla, hossa, hrista. Þú finnur strax hvað þetta er holl. Já. Af hverju er ekki verið að kenna þetta á sjúkrastofnunum og skólum? Og elliheimilinu, við þurfum að fara með þess að bóka eitthvað elliheimilið og syngja þetta lag. Heldur þú að það væri stemning fyrir því á elliheimilum að við myndum vera á einum gangi og syngja alla nóttina fram á gangi meðan þau sofa? Já, við getum gert það líka. Við getum gert það líka? Já, við svæfum þau öll klukkan 5, vekjum 11-leyti, gefum gott að borða og syngjum alla nóttina. Er það ekki skemmt? Jó, það er eitthvað sem elliheimilum myndi fíla. Já, nákvæmlega. Og við myndum gera það ókeypis. Auðvitað því að við erum listamenn. Já, sjálfsagt. Hvað má bjóða þér að drekka? Viltu kannski kaffi, vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Og ég vil hellir upp á, bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur í gegnum svona poka. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta sem er bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda. Ég vil þetta rauða. Ok. Rúbínkaffi. Tómas Guðmundsson, Reykjavíkurskáldið mikla. Er hann þunglyndur? Nei. Ok, sjáum. En þá brennur mér í muna, meir en nokkuð skildi gruna, að þú gafst mér undir fótinn fyrir sunnan fríkirkjuna. Fórum við á stefnumótin. En ég var bara eins og gengur ástfanginn og saklaus drengur, með söknuðu ég seinna fann að við hefðum getað vakað lengur og verið betri hvort við annað. En hver veit nema ljósir lokkar, lítill kjóll og stuttir sokkar, hittist fyrir hinum megin.
þá getum við í gleði okkar gengið suður Laufásveginn. Oh my god, þetta svona æsku ást og fullorðinn maður sem skrifar, já, hefði ég nú bara gert þetta svona og hinsegin. Mér finnst þetta nú vera svona eitthvað svona, já, einmitt. Og kannski ef við höfum verið aðeins eldri þá hefði þetta getað kannski orðið barn og brók hjá okkur, en við eigum allavega alltaf vonun það að eftir andlátið þá hittumst við. En ég fekk svona tilfinningu núna, þú veist, ég er náttúrulega margótt búin að syngja þetta lag, sko. En ég fekk svona tilfinningu, þetta er svona gaur sem að það kviknaði neisti, en hann var bara skotinn í annarri líka og annarri líka og hann er svona, þú veist, búin að missa sjarmann og er að koma svona tilbaka svolítið seinna og segja, þú veist, þetta var nú alltaf eitthvað svona sérstakt hjá okkur, sko. Já, hann segir, sko, við hefðum getað vakað lengur. Já. Og verið betri hvort við annað. Já, hann er að varpa ábyrgðin á hana, þetta var bara hann, sko. Heldur þetta hafi bara við hann? Já, það var bara hann. En kannski var hún algjör svona flúsi og, þú veist, vildi ekkert vera almennileg við hann. Já, það er alveg hægt að túlka þannig líka. Mér finnst bara að fyndi hvað kom til mín núna þegar þú lasta. Þetta var svona gauð sem bara, ég vildi að ég hefði bara við Dóra, við tvö, við hefðum átt að vera saman. Við hefðum verið svo gott par. Við hefum bara getað vakað miklu lengur og við hefum getað verið miklu betri hvort ég sé eftir því að hafa ekki, þegar dyrnar opnuðust, að hafa ekki einhvern veginn tjekka betur á þessu. Sko, þetta er bara svona á nútímamáli, þú veist, ég man ennþá eftir þegar þú varst að reyna við mig þarna, rétt hjá þarna, þú veist, fríkirkjarnan í bæ þarna á Tjörninni. Og við fórum svo eitthvað, þú veist, hittist eitthvað á stefnumót, þú veist, ég var náttúrulega bara ungur og saklaus og... Já, þú sendið mér þetta skilaboð, ég kom og hitti, ég kom svolítið seint og ég var í rauninni, málið var að þú veist, ég hugsaði seinna. Já, þá var sko önnur kona sem ég þurfti að hitta og þetta gat ekki verið allt kvöldið af því að þú sendið þýtti sem er svo seint. Já, og þú varst einhvern veginn ekki alveg að meina þetta og varst líka að hitta hann hinn. Nei, ég var ekki að hitta hann. Nú, ég held það! Þú ætti að vera skýrari við mig með það. Já, en sko alltaf það sem ég vildi sko segja var það að við hefðum náttúrulega, þú veist, geta eitt meiri tíma saman og við geta verið, þú veist, betri hvort við annað. Þú veist, það er það sem ég er að hugsa núna. Og þá, ég hefði verið svo til í að eiga barn með þér. Þú veist, og það, já, en sko, ég meina, hvað veit maður hvernig lífið er? Þú veist, kannski, þú veist, eigum við eftir að hittast, þú veist, aftur. Þú veist, þeir eru búin að deyja og svona, þú veist. Og þá hittist þú aftur og þá séð þið aftur og þú verður alltaf jafn sæt, þú veist, með ljósa hárið og í litla kjólnum. Okkur var bara ekki gefið að vera saman í þessu lífi. En heyrðu, ég hef með hugmynd, ef við hittumst eftir að við erum búin að deyja, við skulum þá labba suður Laufásveginn. Akkur er það æðislegasta? Hann er að reyna að fara, já, hann er bara suður Laufásveginn. Það var í áttina að kirkjugarðinu? Nei, Fossvogskirkjugarði. Suður, ég er í hvað áttu, Esjan er í norður frá Laufásveginum, þannig að þau labba suður Laufásveginn, þá er það að labba í áttina að spítalanum. Já, og í áttina að Öskjuhlíð og, já. Þau það kannski bara, við gætum þú kannski sofið saman í Öskjuhlíð. Við getum það kannski... Það er í Nauthólsvík, við getum kannski verið í Nauthólsvík að baða okkur í sjósund. Nei, en suður Laufásveginn, nei, við getum kannski bara farið og fundið rúmin og Landspítalanum. Já. Já, nei, ég meina. Nei, þetta er svona... Veistu, Dóra, sko, ég er alveg ósammála því að þessi leiðilegt að vera með söngbækur. Þannig að það er svo margt sem kemur upp hérna í svona söngbókum. Eitt sinn einn ég gekk yfir Rauðatorg og mér fylgdi undarleg sorg. Ég var ungur þá, haldinn ungri þrá. Það var maíkvöld í Moskvu borg. Ég held að það sé ekki bara komið gott. Þetta er bara ágættir þáttur. Nennir að enda á flautuspili, þannig að sé eitthvað svona eitthvað sem að harmoniserar eitt af þeim þætti. Það sé eitthvað kvalitet, það sé opnað og lokað í fögrum tónum. Já. Þetta var ekki nóg gott. Það er ekkert lag. Ég þarf
náttúrulega einhvern veginn að vera tilbúið með lag, Siggerður. Frábært. Heyrðu, ætlar þú að slökka? Já. Heyrðu, þetta var bara mjög skemmtilegt.